D-O-K-E-Y-O-U-M-E. Já, þá erum við mætt í Toyota-höllina. Hér erum við Keflvíkingar að fá leikmenn ÍR í heimsókn sem að svo eftirminnilega slógu KR-inga út, sjálf Íslandsmeistarana. Náttúrulega ÍR-ingar eru stórkniglir þessar úrslitakefna. Já, ég myndi segja það. Ég þeir koma þarna og vinna KR, taka á mjög samfærið í síðasta leiknum, mæta fullu sjálfstraust hér og á mikil eftirvænting þegar leikurinn hófst. Mikið rétt. Það voru ÍR-ingar sem fóru öllu betur á stað, má eiginlega segja mun betur á stað. Þeir komu geysilega ákveðnir til leiks og tóku frumkvæði strax á byrjun. Hér er Nate Brown. Hann fyrir í gang með góða þversendingu. Eiríkur Öndarsson, Magnús bregst völlinn, klárar þetta með stæl. Easy. Voru gríðarlega einbeittir. Sveinbjörn Klassen dræfir teginn. Hann kemur í Jóni, einhver Darratas í teignum. Tahiru Sani, sáu þið þetta? Ég hef bara viljað fá tróðslu þarna. Þetta var rosalega styrkleiki hérna, ná að setja þetta niður. Nate Brown, finnur Klassen, hann klárar þetta. Gríðarlega snöggur. Já, og eins og Keflvíkingar mætti ekki alveg nú tilbúnir hann í hennar leik. Það vantaði eitthvað smá snerpu hann til að byrja með. Hvað finnst þér þetta? Virkilega vel gert. Já, 10-2 ÍR, Keflvíkingar gjörsamlega á nærbuxunum hérna. Bara á hælunum sko. En þá tók nú þessi maður til sinna ráða. B.A. Walker. Geturðu stafað það fyrir mig aftur? B.A. Walker, segi ég og skrifa. Já, það voru fleiri að gefa af sér. Hér er Sigurður Þorsteinsson, hann gerir þetta vel. Hann var að spila frábærlega í síðasta leik með 20 stig. Það spilar einungis 6 mínútur allan þennan. B.A. Walker fær villuna og klárar þetta. B.A. Walker, hann setti upp sýningu í fyrri hálfleik, 20 stig í fyrri hálfleik og menn voru farnir að gæla við 40 stiga leik. Keflvíkingar voru konur með ágætis forskotið en það voru svona augnablik sem að héldu ÍR-ingum alltaf á lífi í leiknum. Hér er Nate Brown að klára gott hraðaplaup eftir slæma ákvörðunartöku Keflvíkinga. Nate Brown hér. Virkilega auðveld stig hann. Lætur ekki bjóða sig þetta. Leikurinn var mjög villtur á köflum. þar sem bæði lið neituðu í rauninni að stilla upp og spila skynsama sóknarleik og þetta er svona lýsandi myndi fyrir það. Mikil darraðadansir út allan völl. Layup klikkar á layupinu. Finnur ekki hóluna. Þetta er förðulegt að sjá. Ómar Örn, líka baráttu hundur, sjáu hann nær villunni og 2 frákvist í tölfræðisamið. Gerði sér glaðan dag með 10 stigum, 5 frákvist með 2 í sér. Ekkert mál. Easy. Hreinræktaðar að vestan fyrir B.A. Walker með smá fram og tilbaka. Setur skotið, þetta er bara snillt. Ég kenna þetta í háskólanum, listaháskólanum. Þar á línu. Íringar þurftu svör og það var í formi Steinars Arasonar sem að það kom í gegn. Hann hér með Deja Vu þrist. Og hér Sveinbjörn Klassen, sjáu þið þennan sprett. Framhjá öllu Keflavíkurliðinu, stoppar í lú á leiðinni og setur layupið. Virkilega vel gert. Já, staðan í hálfleik 38-42, Íringum í vil. Hér erum við upp af við þriðja leikluta. Tommy Johnson, hann virkaði frekar segur á þessum tímapunkti í leiknum, setti 5 stig í röð. Endaði einungis með 8 stig samt sem áður. Nate Brown, hann var maður leiksins hjá IR, hann var mjög solid. Virkilega skemmtilegur leikmaður. Já, ekki rétt, ásamt fleiri leikmönnum. 8 stig munur hér, 4 mínútur eftir af þriðja leikluta. Þetta eftir Antoni Súsnýjara hér. Baráttan í teignum og hann vinnur þetta einvígi við Ómar Sævarsson. Mjög sterkur í seinni hálfleik. Arnar Freyr hér á línunni. Hann spilaði eins og engill í seinni hálfleik. Með 18 stig. 4 frákvist. Tók á skarið þegar aðrir stærri spámenn voru ekki að finna fjöluna sína. Keflvíkingar fengu ekki mikið frá sínum helstu leikmönnum sem að virtust oft í skilinni sinni á löngum köflum leiksins. Þannig sjáum við munur hans 2 stig fyrir síðasta leiklutan. Fyrir þetta. Antoni Súsnýjara niður með þrist.
gríðarlega sterkur í þessum leik. Hann búinn að vera mikill stígandi í honum. Og B.A. Walker, hann setur annan þrist og hér virðast Keflvíkingar vera að taka völdin í leiknum. En þeir gleymdu svolítið á tíðum. Hér Ómar Örn Sævarsson að taka frákast gjörsamlega óchallengað. Og hann hér að minnka munin í 1 stig. 6 mínútur eftir að 4 leikluta. Og hver þetta? Susnjara! Annar þristur. Þegar þristarnir detti ekki hjá litlu mönnunum, þá fara stóru mönnunir í duellagerði. Hann var gríðarlega grimmur í frákastunum þessi strákur. Á með 14 stig, 12 frákast. Og þetta Tahirou Sani. Hérna spurning með ásetningin eða, ruðning. En hann með stóra körfu fyrir íringa. Arnar Freyr. Virkilega vel gert. Það var bara of smooth. Góð sending hann á Susnjara. Hann setur 2 af 14 stigum sínu niður. Reggie Mag eitthvað hann að vasast í dómarunum, ekki sáttur. En hann aftur á móti hélt íringum inn í leiknum ásamt Sveinbirni Klasen sem að settu víti niður á mikilvægum tímapunktum. Héldu leiknum spennandi. Hér við komum til leiks 77-76 fyrir Keflavík. Arnar Freyr Jónsson getur aukið munin í 3 stig. Þetta krúsjál tímapunktur í leiknum til þess að klóra víti. Já, ég myndi segja það. Skipti mjög miklu upp á það sem framöndan var. Mjög leiðilegt fyrir Arnar Freyr kannski því að hann var búinn að spila eins og engill allan seinni hálfleikinn. Kemur Keflvíkingum 2 stigum yfir. Íringar fá síðasta tækifæri í leiknum til þess að vinna leikinn. Það bara 8 sekúndur, sjáðu þið. Eða koma þessi framlíkingu. Nate Brown 1-1 á B.A. Walker, losa sig við hann. Skítur. Góð vörn hjá Magga. Klikkar. Frákast. Og skot. Bingo! Og hann skorar ótrúlega. Hvernig fannst þér þetta? Þetta var rosalegt. Og allt vitlaust í Breiðholtinu. Það má í rauninni segja að þarna hafi augnablikið snúist við. Íringar komið gríðarlega vel stemning til leiks í framlíkinguna. Þetta Sani, hann var betri en enginn fyrir IR-liðið í dag. 19 stig frá honum. Keflvíkingar þurfa körfu. Hér brotið á Magnúsi Gunnarsinni. Hann tæpur að setja skotið honni líka. Hann fer á línuna í 3. Setti niður fyrstu 2. En það síðarasta vildi ekki í. Nate Brown, dræfurinn teginn, finnur hreggvið alveg óvaldaðan. Og hann setur þetta honni. Kemur íringum aftur í góða stöðu. Keflvíkingar þurfa körfu. Og það B.A. Walker. Hann klikkar, Susnjara gerir vel nær frákastinu. B.A. Hann gjörsamlega tjókaði. Boltinn vildi ekki. Hann skoraði aðeins 5 stig samanlagt í seinni hálfleik og framlíkingu. Sem bara allt og lítið fyrir leikmann af þessum gæðaflokki. Keflvíkingar misti Jón Nordal út af með 5 villur. Og samátti segja Íringar, þeir missa hér Hreggvið Magnússon með sína 5. villu. Hann var ekki búinn að vera kátur með dómgæsluna upp að þessu. Og þetta var hann ekki til að bæta hans álit á því. Engu að síður skilaði flottum tölum fyrir IR-liðið í kvöld. Jú, með 15 stig og 8 frákast. Magnús Gunnarsson jafnar fyrir leikinn í 85-85 mínútu eftir rúma framlíkingunni. Hvað gerir IR þá? Leita til Sani og hann bregst ekki. Kemur íringum yfir. Keflvíkingar reyna að jafna metin. Magnús Gunnarsson með vafasamt þriggjastaskot þarna. Og þetta setur leikinn bara út úr kortinu fyrir Keflvíkinga. 85-87, 30 sekúndur eftir. Nate Brown fer á línuna. Kemur við 4 stigum yfir eftir að það er 2 sókna leikur. Keflvíkingar mæta í sókn, þurfa að fá góða körfu, helst þriggjastiga. Hverjum leita af? B.A. Walker? Nei, það er Magnús Gunnarsson sem að fær annað þriggjastaskot. Þetta er lélegt skot, það geigar og þetta er bara leikur. Þarna má segja að þetta sé komið sko. En svo sjáum að eru áhorfendur á pöllunum mjög sáttir með þetta og skynja það að þetta er í höfn, sérstaklega að þessi stig fóru niður hana. Já, Íringar mjög kátir með sitt. Lokastaðan í Keflavík 87-92 í dramatískum leik. Þetta getur ekki lofað öðru en góðu fyrir seríuna. Skulum heyra hvað þjálfarar liðanna höfðu að segja í leikslok.